Doktor fútból, á fyrsta vordegi ársins, það sjóðandi heitt í Hamraborginni og við erum dottin í hörku Gír Gunnar Birgisson og Keli með Doktor fútból líka á YouTube, velkomin báðu tveir. Takk. Geggjað að fá ykkur báða tvo. Gaman að koma. Já, gleðilegt nýtt græjár báðu tveir. Matsatax Euro-myndirnar að fara að detta í hús, ég held að þetta sé komið í Jóa útherja. Það að segja, fyrsta skipti í sögunni sem Tops eru með stórmótamyndirnar og þeir eru þarna mættir í Jóa útherja með myndirnar. Það sem vantar að rosalega kostu við fótboltan að vantar eitthvað tengslu við fótboltabúning, eitthvað skó, eitthvað, það ein búð til að fara í, það Jóa útherji. Það one stop shop for all. Já, ég er nú ekki búin að tekka á því, en ég hef aldrei séð jafn mikið svona skó sem að mér langar í, takaskó. Ég er hættur að spila sko. Það hérna skótni sem að Jamal Musiala var í á Nike Tiempo Emerald, þetta svona einhver viðhaldnar útgáfa, 30 ára afmæli held í Tiempo eða eitthvað svoleiðis. Okay. Geðveikir sko, þeir verða eiginlega að googla þetta sko. Þeir eru trilltir. Skótnir eru líka flottir. Já, ég hef Tiempo-kall, algjör Tiempo-kall. En það sem að vantar í golfið svona one stop shop eins og Jóa útherja, vantar svona Jóa útherja golf, það sem að bara one stop shop fyrir allan djöfusins pakkan. En sjáum hvort að Jói fari ekki bara og gerir sér lítið fyrir og stofni golfbúðuna í Smáranum eða eitthvað slíkt. Væri til að hafa hann þar. Doktor fútból að sjálfsögðu með fitnessport, one stop shop fyrir þá sem ætla að vera fit og annað slíkt. Gunni Birgis út að hverfa. Fór til hans daginn. Já, þú gjössanlega hverfa, drengur. Fór vel á með okkur. Kaldi potturinn komin í 1909. Bara 19.900 kall fyrir utan. Kælir, gott fyrir liðina. Ég er með á svölunum. Með á svölunum? Já, ok. Þannig að þetta virkar líka í fjölbýli. Heldur betur svo. Já, það náttúrulega frábær sölupunktur, virkar líka í fjölbýli. Minni á góðgera pítsu Dominos, hún frábær, ég tek hana með ítölskum botni og vel á hvítlausolíu og hún svona, hún talar inn í 2024. Ítalski botnin game changer. Hann það. Sérstaklega fyrir þá sem svona, vil ekki alveg, allt degið og brauðið og þetta, skilur við. Þetta bara, en það geggja að hafa valmöguleika. Það sem að Dominos alltaf svona að reyna að gera, það að gefa valmöguleika. Já. Skilur hvað við? Akkurat. Já, það nefnilega hannig og svo þetta tjekkna byrjuð sko 100% afsláttur og segir Doktor fútból hafi sendið tjekk og þeir eru náttúrulega í Reykjavík og í Hafnarfirði og auðvitað sem gleymist stundum á Akureyri. Drengir, Tölvutek og Doktor fútból hafa núna unnið saman í lengri tíma. Tölvutek aldrei með veg og gleðilegt nýtt græjuár allir sem einn. Nú eða öll sem eitt eða hvernig sem það virkar allt saman. Það alls konar tilboð í gangi þar. Þeir selja allt í Tölvutek en þeir búa líka til spurningar í AI-inu sínu og AI kom í dag með þessa spurningu. Hún nú svo nokkuð þægileg. Sigursteinn Gíslason einn mesti sigur íslenskri knattspyrnu með 11 Íslandsmeistaratitla eins og Gunnar Guðmansson. Steini Sigursteinn Gíslason vann þetta með 2 liðum, það að segja IA og KR, en hann spilaði með einu öðru liði í efstu deild. Hvaða öðru liði spilaði Sigursteinn Gíslason með í efstu deild annað en KR og IA? IBVF. Ég ætla að skjóta það líka, kem bara með þér í það. Nei. K.A. Nei, já, þeim geti ekki bara Leiftur. Nei. Þið vitið þetta bara ekki. Nei, hvert fór hann láni væntanlega? Hann fór aldrei neitt á láni. Nei. Þróttur, Reykjavík. Nei, hann fór 2004 í Víking. Var þar með Sigga Jóns, gamla vinni sínum og félaga. Aldrei geta ekki skoða. Ég svona mann eftir hann aukninni í treyfinni. Já. Þú segir þetta. En, skeitum á bak. Þeir geti ekki vita allt þessi drengir hérna hjá mér. Það erum að powerranka með dynout.is, panta mat, panta borð, það náttúrulega númer 1, 2 og 3. Panta borðið inn á dynout.is. Kaupa gjafabréf á dynout.is, frábær gjöf. Að gefa gjafabréf út að borða. Drengir, nú fara
hinna deildina að byrja. Það að segja fyrir neðan bestu deildina. Og ég vil páranga 5 bestu leikmennina sem spila ekki í bestu deildina á Íslandi. Það að segja bestu leikmennir í neðri deildunum. Kili, það þekkir þetta enginn betur en þú. Hver er nummer 5? Númer 5 leiknismæðurinn Omar Sof. Omar Sow. Sko, ef hann er númer 5, þá hlakka ég til ég að sjá hina 4. Því Omar Sow er búinn að vera skeppna. Gerum ekki lítið úr vinnu, Kila. Það vantar upp á Ég var að segja ég verið spenntur. Já, það sem vantar upp á, þú veist, hann klúðrar eiginlega ómikið að færum fyrir mig. Hann hefði getið endað með 25 mörk fyrra. Ok, nummer 4. Númer 4 Eggert Gunnþór Jónsson. Á, Leikmaður KFA. og bara proffi í Já, 10-15 bara ár. hann mun vera í hafsendinum held ég á KFA í sumar og hann mun skella í lás vilja vekk. Nummer 3. Númer 3 Birkir Heimisson, nýri leikmaður Þórs. Hann er nummer 3. Birkir Heimisson, já. Já. Hann er mun nummer 3, stýra- hann er að æfa með Val. Hann er aðeins með Val sem er bara fínt, mætir ekki alltaf í geggjuðu standi í leiki á Þór sko. Og þannig að hann mun stýra miðun og vera gjörsanlega yfirburður að því sumar sko. Nummer 2. Númer 2 Sami Kamel. Sami Já, Kamil. ég held að Sami Kamel muni alltaf hendi í svona 10-15 mörk í sumar og svipa á sátsendingum sko. Já. Hann verður rosalega wildcard fyrir Keflvíkingarna sko. S fyrir Super. K fyrir Kamil. Yes, Super sir. Kamil. Og nummer 1. Númer 1 Elmar Kári Einarsson Kókic. Hann er að fara að sprengja deildinni í sumar. Það er bara þannig. Hann verður rosalega. Hvað ár gera? 2002, það ekki rétt að mér. Já. Hann var Þú reyndar. veist, ef allt verið eðlilegt, þá var hann farinn. Já, ég held að hann dreymið þetta eins og öllum mósfélíkum að spila fyrir Breiðablik. Hann fari ekki ánga eitt tímbilið. Kannski kaupið hann mitt sumar og kemur eftir sísón. Þetta var vel áhugaverður listi, frábær listi. Það hefði verið hægt að velja fleiri úr þessu afturhaldingarlið líka. Já, þú veist, ég var eiginlega líka með það, ég nenni ekki alltaf að vera með Nei, nei. Ómark á sama lið, þú veist, ég hefði getað líka haft Markur Össister Söresen í Þór, hann er hrikalega góður, spilaði fyrir Öster, fyrirlið þar, þú veist, fleiri, já, Aron Jóhansson, hann getur líka verið þarna. The real Aron Jóhansson, eins og ég kalla hann, Já, leikmaður afturhaldingar. Oliver Berum Jensen er Já, sömuleiðis mjög frábær góður. leikmaður. Þannig að það er nú á góðum leikmennum hann. Sindri Björnsson náttúrulega. Já. Hvað er Ásgeir Martins núna? Ásgeir Martins, ég var alveg svona hótunum, hann er komin niður í aðradildina, en mér fannst það bara ekki alveg það upplugur í fyrri á afturhaldingu. Bara í Datt út úr liðinu. But he got paid. Já, þú veist, Arnór Svo Gauti sagði. Jónsson var líka öflugur. Það snýst þetta. Getting paid, eins og hann sagði. Og annar með leikmaður sem ég líka vilja tróða inn, Ólafur Eyjólfsson, þú veist, hann hefur náttúrulega bara verið rosalega mikið meiddur í gegnum tíðina, Já. hrikalega öflugur. Þetta var glæsilegt hjá mínum manni. Keli náttúrulega þekkir neðri deildnar betur en nokkur maður. Verið andlit lengjudeildarinnar síðustu 3 ár. Ótrúlega fréttir frá Heimkaup sem ætla að senda heim með Volt frítt helgina. Já, þetta er rétt. Keyptuðu 2 rútur, láttuðu senda þær heim og það komið frítt með Volt hálftíma eftir. Og ef við getum sleppt í að versla við ríkið þá gerum við það sjálfsögðu og beint á heimkaup.is. Panta verið meira en 5.000 skall. Volt kemur með það beint heimtíðin. Eins og vantar þig að raka á þér líkamshárin. Pantaðu þá vél, 2 bjóra og dúllaðu þér við þetta. Já, setjast Gerum stund hvað? í botnin bara. Já, því að minni sem skórin er, því stærra er fjallið. Það er bara þannig. Ég þarf að fara að fá okkur vél til að raka með bakið, þú veist, ég eitthvað svona hérna, verið svona með hann og svona. Ég þarf bara að fara með á snirtisnúm Já, og já. láta Það vex svo leysa hratt. þetta. Já, Laser á kelan, laser fókus, ég er inn í stúdíu núna. Sko, ég ætla að fara aðeins út fyrir fótboltan. Því að mikið íkon í amerísku þjóðlífi á sínum tíma fyrir 40 árum síðan, 50 árum síðan, O.J. Simpson er dáinn. O.J. Simpson, þetta er merkið því að þessi gaur er svo tengdur svona ákveðni barnæsku úlinga árum hjá manni sjálfum. Hann var auðvitað gæinn í Naked Gun myndunum og ég vissi ekkert að hann væri fyrir íþróttumæður. Þá er þetta eitt besti running back í sögu ameríska fótboltans. O.J. Simpson auðvitað, ég er ekki alla líkur að hann drap eiginkonu sína Jó. og kærastan hennar á þeim tíma, hann var bara ungur strákur. Þetta er rosalegt mál. Ég fyrir þá sem eru yngri af því að mikið ungu fólk er að hlusta sem eru kannski voru ekki fædd þarna eða voru mjög lítil. Netflix. Já, bara Netflix, eða bókin The People vs. O.J. Simpson. Þetta er mál sem á sér enga hliðstæðu á þjóðhátíðardaginn 17. júní 1994 hann á hvítum bronko að keyra í burtu.
þetta dómineraði fréttirnar Það er ekki miði úrslitaðum í NBA og Houston og New York skipti yfir já, og þetta var eina sem komst að í mjög langan tíma. Hann var í uppáldi á Hvítu Ameríku. Það voru tveir menn í miklu uppáldi á Hvítu Ameríku. Það var O.J. Simpson og Bill Cosby. Kunna velja á. Þannig að þetta voru miklar hetjur á þessum tíma. Í Naked Gun var hann óhefnigæinn. Ég hef svona miljón sem sé þetta. Naked Gun voru bíómyndir í gamla daga fyrir þá sem að hafa hlustað á FM 95 blöð. Það voru alltaf með tilvísinar í Naked Gun eins og þeir segja oft bingo. Ég held að Egil segi bingo í hverjum þætti. Það þannig, þeir voru að leita að einhverju og þá sagði hann bingo. Það var bingospjald en ekki það sem hann var að leitað. Hann horfir þarna upp í klófið á kærastunni sinni og hann segði nice beaver, I stuffed it myself, sagði hún. Þannig að Naked Gun var fyndnasti myndin á þessum tíma. O.J. Simpson, við erum nú mikið að tala góðar manneskjur, en líklega hræðilega manneskja sem að þarna hvað okkur, en setti heldur betur svipsinn á þennan tíma og rúðningskappin. Tengist inn í náttúrulega bara eina frægustu fjölskyldu Bandaríkjanna. Kardashian fjölskylduna. Já, þegar pappinn að verja hana. Já. Eða verja hann fyrir ekki það. Veist, það myndast þarna náttúrulega einhver tengsl. Maður sá það í þáttunum á Netflix. Já. En Bruce Jenner, sem hann núna heitir Caitlyn, hann var allan tíman hún. Og þegar hann var hann. Þetta er mjög flókið mál, sko. Og svo konan hans fyrirvændans Rob Kardashian. Hvað heitir hún aftur? Sem er mamman í Kardashian-klaninu. Já, Kris Jenner. Hún var allan tíman samfærð sekt O.J. Simpson. Það var brandar á Íslandi. Vitið hvað O.J. Simpson sagði við dómaran? Gæti ég fengið hanskana mína aftur? Ég veit ekki hvort við áblaða hvert einasta mannspatt séð þetta en hann setja á sig. En ég ætla svona, þetta var fyrir þá sem eru yngri að kynna sér þetta mál. Þetta splittaði Ameríku og þetta var 90s málið. O.J. Simpson, auðvitað íþróttahetja sem ætlar að vera Hollywood-leikari. Kunnulegt stef á þessum tíma þegar Hollywood var málið. Að skoða aðrar fréttir og Sony sjónvarpin með Dr. Fútból. Sony sjónvarpin hugsa út fyrir ramman, bestu gæðin frá Japanunum þar. Og nú nauðsynlegt að eiga gott sjónvarp því að allt að fara að hefjast. Úrslitakeppnir hafin bæði í handboltanum og körfuboltanum og svo þarf ekki að tala allan fótboltan sem núna á milljón. Gott sjónvarp undirstaða að góðu sambandi við makaðinn. Farðu í Origo og klára málinn þar. Algjörlega. Það eitt sem langar að ræða við ykkur, drengir, og svona eitt sem að mér finnst allir vera að skauta framhjá því að ræða. Þannig mál með vexti að það langt síðan að ég fekk minn síðasta launaseðil frá Viaplay. Þannig að ég get algjörlega rætt þessi mál og ég mjög passionate í þessu máli. Það að segja að ég var náttúrulega tók þátt í að reka Viaplay sem streymisveita. Og þessi streymisveitur í erfiðleikum. Ég fór og heimsótti heiðarlegasta mann sem ég hef kynst á ævinni daginn. Hann heiðarlegasti maður sem ég kynst á ævinni. Og hann, ég fór þarna til hans og hann, til að impressa mig held ég, þá var hann búinn að setja upp IPTV heima á sér með öllum sjónvarpsstöðum í heiminum. Og ég hugsaði með mér, þú ert heiðarlegasti maður sem ég þekki og þú ert komið IPTV. Og ég get ekki ímynda mér annað en að Stöðusport, Síminn, allir sé að tapa ógeðslega miklum peningum á þessu. Þetta séu, ég skil ekki sko, ef að enginn hefur áhuga að gera neitt í þessum málum, af hverju á maður að fara all inn í eitthvað útboð? Ég meina, af hverju ætti ég að setja, ef ég var með eitthvað fyrirtæki, að fara að setja 4 milljarða í enska boltan, ef allir ætti síðan bara stelunum í gegnum einhverju sjóræningja dæmi. Ég meina, og ég sé að fólk birti bara myndir af samfélagsmiðlum, myndum af, maður sér NBC í hótninu eða hvernig sem það á ekkert að gera í þessum málum eða, þú veist, bara frábært að geta nálgast þetta ameríska efni af því að ég meina, eins og í enska boltanum, þú ert þá bara núna að keppa á Sky og NBC og beIN Sport og hvað þetta heitir allt saman.
Já, ég meina maður er fullt af vinnum sem er ekki að horfa á, þú veist, völlin og þetta leiki, þeir eru að horfa á Skarri og Jamie og alla þessa skiluru og ég held að sé bara hvað á að gera í þessu. Þú veist, ég á að gera, þú veist, finna einhvern einn risasekt á því gamli. Þú veist, þá kannski verða hinir smeykir. Þú veist, eitthvað hannig. Ég meina Piracy getur verið bara risa vandamál. Ímyndið ykkur ef allir farið bara að kaupa einhvern sjóræningapakka þetta er bara ekkert annað en þjófnaður Hárrétt. að, ok, ef allir ætla að taka Stötu Sport þannig eða Síman þannig eða hvernig sem það er meina þú veist af hverju ættu ykkur að bjóða þá í þessa rétti Alveg þú veist, og sammála, hvernig ætlum við að halda áfram hvernig er fótbolti drifin áfram í dag það er á sjónvarpsins Og ég meina á endanum hann verði þessi félögðus bara, ég ætla ekki að segja gjaldþrota og hætta menn að setja peningi í þetta sko. Ég held að sé bara hannig. Haldið þið að mögulega fari hinnar frjálsfjölmiðlun þar að segja meira í bara þetta ameríska mótel sem er free to air? Hvað er það? Er þetta ekki mest allt free to air? NBC, CBS aðgengið að þessu Já. Ég meina eina leiðin til að láta þetta make a sense í Evrópu hefur verið að gera þetta svona DAZN er að ströggla big time nú eru allir að reyna að finna einhverja leiði til að koma auglýsingum í streymisveitunar En ég meina, en Apple og Amazon hafa til dæmis verið að gera vel Hvernig þá? Er það ekki? Ég meina, hefur ekki Amazon verið með eitthvað hluta af enska boltanum Jú. og Apple hefur verið að koma inn í Ég meina Amazon hefur alveg bara farið bara mixed reviews og það Apple hefur verið að koma inn í NFL-ið Já, og verið náttúrulega í MLS líka Já, en sko Það hefur gengið vel Já, en þjófnaðurinn finnur sér sína leið Já, en Já, er þetta ekki svona líka með, ég meina, er þetta ekki margt annað, þú veist? Jú, ég er late 90s að internet er að koma inn fyrst, þá voru bara Metallica í einhverju stríð við Napster. Man gæti náði hvaða lag, man er bara trúðis ekki, ég náði hvaða lag sem er að hlusta á það heima á mig. Það er ekki að fara að kaupa diskinn. Ég mani eftir að ég vildi aldrei ræna sjónvarpsþáttum, þannig að ég þurfti að fara í heimsótt til félag minns að láta hann rétta mér Prison Break diska þess að ég geti farið heima og horta á því ég vildi ekki að einhver myndi sjá ég var að reyna þessu Nei. En ég meina, þú veist, er ekki hægt að vinna eitthvað, þú veist er ekki hægt að finna einhverja aðra leið einhvern veginn, af því að þú veist, eins og Kelly kemur inn á er hægt að banna þetta, þú veist, er hægt að Þetta er náttúrulega ólögt Já, Ég meina, ég meinti þetta ekki þannig ég meinti, er hægt að koma í veg fyrir þetta, er ég meina að tala Það, þú veist, þá þyrfti lögreglan að hafa einhver yfirvöld að Það er, ég meina, það er búið að vera að gera það í Bretlandi Það er bara risa sektir, það er bara mætt heim til fólks bara lögreglan, bara góðan daginn Þetta er risa iðnaður og ég meina besta deildin er bara game over ef að enginn býður í sjónvarpssetinu ef hann verður verðlaus bara þegar allir hugsa ef Stötu Sport hugsa með ég hef ekki áhuga að leggja í þetta það er hvort þeir allir að stela þessu En hvað er að sjónvarpsrétturinn kostið fyrir bestöldina? Er þetta ekki veðmálarétturinn aðalega sem maður er að horfa í? Nei, sjónvarpsrétturinn Já, en veðmálarétturinn líka það er sjónvarpsrétturinn sem skiptir máli alveg klárlega ég meina, En er kannski framtíðin bara að þetta veði frítt eða þú veist, er það kannski er hægt að fjármagna, þú veist geta auglýsingar og þannig tekjur komið einhvern veginn á móti að það verður hægt að keyra þetta frítt Það verður áhugavert að fylgjast með þessu því að ég held að séum bara komin á smá krosskutur núna ég held að þið voru að ræða í Ameríku að þjófnaður sé að kosta deildirnar og aðra sem svona kringum 40-50 miljardar dollara DAZN sem á að vera fjárfæst í boxinu og í boxinu er þetta pay-per-view með kannski $80 eitt bardaga og krakkarnir fara bara að ræna þessu fullorðnir líka, ég verð ekki þannig að ég held að það verður mjög áhugavert að sjá hvort þessi einhver áhugi fyrir að gera eitthvað í þessu málum því að þeir eiga alla mína samúð sem að standa í þessu ég líkti þessu ég fór hjá þegar ég var 2013 á Stötu Sport og vinur mín að reka veitingastað og ég sá að hann var alltaf að eitthvað að Snapchatta síðan hann var að horfa á boltan en ég sá hann var að ræna þannig að ég fór átjánum og ég þakkaði fyrir mig að labba út og hann sendi mér skilabúð og gleymdir að borga ég sagði, nei, ég ætti ekki að borga fyrir þetta ég ætla bara að labba út og ég ætti að borga þetta sjálfsögð en ég var svona sínur bara, þú veist þjófnaður er hérna eins og hann er sko þú verður bara að nálgast það sem þjófnaður ég veit að það eru allir með þetta og það eru allir að byrta myndir á Twitter og það skamma sín ekki fyrir það og ég skal alveg ekki hana ég er með svona heima og þú veist, ég er ekkit eitthvað en ég horfi samt alltaf á Síman til þess að vera, þú veist ég horfi alltaf á Síman, horfi alltaf á Stötu Sport og horfi á Viaplay og RÚV
Eða reyna, já, alltaf, þú veist, til að losna við þess að 50 sekundar buffer eða hvað sem það þegar ég þarf að fá fréttinar að ætru og bingo. En ég held þetta sé rosalegt vandamál sem allir að skauta fram hjá. Já, ég alveg sammála líka. Ég held að eini iðnaður sem hefur svona tekist að mastera þetta mjög dodgy iðnaður. Það fullorðinsbransin. Veistu hvernig þau tóku þetta? Nei, ég veit það ekki. Fóru með þetta inn á OnlyFans. Það bara einhvers konar. Já, það vilt að vest. Og þetta bara, þú veist, ef þú færi hérna Keli og væri á OnlyFans, þetta með eitthvað gott efni. Já, þetta eru trilltir peningar. Já, algjörlega. En þetta nú smá út úr í þessu, en ég held að þetta sé stórkostlegt vandamál fyrir fótboltan, fyrir allar íþróttir. Ég sammála því. Og hérna. En svo ertu líka með náttúrulega, sko, þú veist, það þurfum við líka samt að hugsa, þú veist, hvað með stöðvar sem ekki hægt að ná á Íslandi með neinum leiðum lögleiðum. Þetta þá bara, má þá ekki. Ég meina, þú veist, skemmtilega við að fara til Ameríku hefum á lítill var að sjá amerísku sjónvarpsstöðvarnar. Já, en þú veist, ef maður myndi ætla að horfa á NBA eða eitthvað sem að gerast í, þú veist, bara Austur-Evrópu eða hérna Blaki í Austur-Evrópu. Einhverju körfuboltaleikir eða blakleikir í Austur-Evrópu eða. Já, þá væntanlega deildin það úti með einhvers konar plattform fyrir international viewers. Eða TV6 hérna í Danmörku sem með mikið af danska boltanum og eitthvað svona, þú veist. Já. Það margar deildir líka. Þá getur þú bara vesla það í gegnum. Ég veit til dæmis að League One eru með til dæmis svona plattform, sko. Passa bara. Það á flestum stöðum, sko. Já, TV2 Sebra allavega sem eru með norska boltana, þú þarft að vera með norskt greiðslukort til þess að, eða norska síma til þess að komast í gegnum það. Já, með hollensku deildinu síðan tíma í gegnum eitthvað svona bara, eredivisie.com, sko. Og ég græjaði það nota bene, þú veist, síðanst þegar ég fór til Noregs, þá græjaði ég norskan síma. En þetta var allavega smá svona því að ég smá inspíraður af umræðum sem ég heyrði. Það var að ræða þessi mál og svo þegar ég sá heiðarasta sem ég kynst nokkuð tíman á ævinni. Var mættur í og hélt þetta var. Og svo bara sé ég að fólk í sportmídíu á Íslandi hikar ekki við að byrta myndir af sér eða byrta myndir af skjá það sem verið að horfa á útlenskar stöðvar. Þetta bara orðið normið í dag, það einhvern hannig og svo líka bara stóra dæmi, þetta miklu ódýra, bara því miður, sko. Ég held líka að fólk sumt þessu liði sem halda þessi ekki að gera neitt ránt þegar að greiða fyrir þetta. Það geti verið. En ég held að sé ekki þetta hvart yfir aðgengi og ég held að þetta sé ekki dýrt að þið veitir hvað sjónvarpsréttir kosta. Langar ykkur að fara að bjóða í þetta? Nei, ég er góður. Ég meina. Já, maður hefur séð þetta. Ég hef verið í grúpum þar sem að RÚV náttúrulega sína ólympíuleikana og ég hef verið í grúpum þar sem að skjáskotum deilt einmitt þar sem að fólk að horfa á þetta annar staðar sem að ekki aðgengilegt löglega hér á Íslandi. Þetta áhugavert og þeir voru að finna með einhverjar lausnir á þessu. Ég held að interneti sé ekki að fara. Nei, og það svolítið málið eins og þú segir að þetta finnur sér alltaf sinn farveg. Þess vegna ég meira að hugsa og það sama og ég að hugsa með þú veist, veðmál og áfengi og þú veist, bara nú hérna síðast löglegin kannabisefna í Þýskalandi og eitthvað svona. Þú veist, þetta að vinna einhvern veginn þetta að vinna með þessu? Þú veist, hægt að því að ég held að við stoppum ekki svona bylgjur. Svo tíð liðin. Já, þetta svo sem orðið 20 ára gamalt. Já, en ég held bara, akkurat. Ég held að það sé svo erfitt að stoppa. En spurningin bara, hvernig getum við unnið þetta þannig áfram að allir aðilar geta verið sáttir? Og allir geta grætt. Já, þetta þarf náttúrulega að vera neytendavænn markaður að því leyti að sjónvarpsstöðvarnar sé ekki tapað, þú veist. Ég held að það sé bara. Já, aðgengi þarf að vera gott. Aðgengi þarf að vera gott. Ég skal vera alveg sanngjarn meitt. Ég elska handbolta. En eftir að Stöðusport ákvaða að hætta með handboltan eða bara HSI præsuðu sig át af Stöðusport, ég hef alltaf séð kasta bolta. Nei, það nákvæmlega saman, ég hef ekki mikið á það. En þar komum við að markasetningu. Af því að hugmyndin per se ekkert svo slæm. Og þetta gert víða á Norðurlöndunum, til dæmis. Það sem að þessar streymisveitur, þetta streymi sem að verið að vinna með, að það hægt að nýta það á mjög skemmtilegan hátt. Þú getur nýta þannig að þú getur farið í bara Hjörvar Hafliðason mörk á tímabilinu og ég get bara fengið öll mörkin af því að robotinn klippir þetta bara sjálfkrafa. Hún sé bara Hjörvar Hafliðason, leikmann númer 7 í HK að klippir bara saman öll mörkin. Þannig að ég get bara farið og séð öll mörkin. Já. Þetta ekkert svo galin pæling. En það sem verst í þessu markasetningin. Og ég held að það geti allir verið saman um það. Arnar Daði fór mjög vel yfir þetta í handkastinu þar sem að hann fekk
Ég man ekki hvað hann heitir. Bjarki Sig. Já, Bjarki Sig. Ég elska eftir að, þú veist, Dót fór á streymisveitur og svona eins og þau bara að horfa á golf að geta hort á featured groups. Já. Eins og það er að Viaplay fekk US Open og bara endast að featured groups sem kannski bara valið og hvað sem er Discovery að horfa á Ólympíuleikana það. Það er mesti game changer í heimi að vera kaffarðar í sundi í ríkisjónvarpinu, þá getur við verið að horfa á 3 Nei, veist hvað við? það er samt fjölbreytninir á RÚV, við skulum ekki. Já, ég veit það, en það er bara, þú veist, það er frjálsar sund, en 3 og 3 í körfubolta spila á eina körfu, eitthvað að finna sport sem ég hort á, en ég hugsaði bara með að ég væri ólympíumeistari núna ef þetta hefur verið til fyrir 20 ára síðan. En svo er líka, eins og er með, þú veist, formúlan hefur náttúrulega gert þetta, þú getur verið inn í einu bíl og eitthvað svona, sko. Þetta er klárlega eitthvað svona, þú veist. Þarna getur menn kannski eitthvað sóknartæki verið að gera eitthvað annað. Ég meina að Stötu Sport bjóða upp á bara Gylfa. Já. Einmitt. Það að fara að bjóða upp á að leikmenni verði mækaðir upp á fleira, sko. Já, þannig að þetta verður áhugavert og kannski er þetta bara efni í Dog Sports Business og fá okkur hérna sem eru inn í þessum málum á fullu. En mér finnst menn hafa skautað rosalega framhjá því að ræða þessi mál eins og því þetta er alvöru vesen. Boltinn virkar þannig að hann er troðfullur af sturluðum staðreyndum. Dr. Fútból elskar sturlaðar staðreyndir, Nói Sirius elskar sturlaðar staðreyndir. Og nú er afurðin hans Dr. Fútból komin í búðir sem er besta settið. Trillt. Besta settið, súkkulaði með lakkrískremi og þjóðin elskar það. Heyri. Förum í sturlaðar. Ok, er þið klárir? Klár. Gunni, ertu klár? Já, ég er klár. Ok, fyrsta sturlaða. Þetta er það mikið rugl, sko, að ég... Er þetta rugl.is? Já, þetta er eiginlega komið út í það, sko. Ok. Það er væla.net. Já, þetta er þvæla.net eiginlega. Ok, útlensku þjálfari hefur aldrei unnið HM. Það er að segja að þjálfari sem er ekki frá landinu sem vinnur hefur aldrei unnið HM. Fara bara næstu. 2006 duttu Sviss úr leik á HM án þess að fá á sig mark. Einmitt. Það er ekki verið. Eðlisfræðin býður ekki upp á það. Hún býður ekki upp á það. Tímabilið 93-94 skoraði AC Milan aðeins 36 mörk í 38 leikjum en urðu samt meistarar. Udinese og Atalanta fjallu en skoraði aðeins marki minna en AC Milan. Já. Það er mjög líklegt að þú getur unnið Serie A með 36 mörk. Einmitt. Það er heldur líklegt. Það var það pra Serie A deild. 2003-2004 fór Arsenal tímabilið í gegn án þess að tapa leik í öllum keppnum. Það er að segja öllum keppnum á Englandi og þá erum við að tala bara þeir töpuðu ekki á Englandi á allri leiktíðinni í öllum keppnum. Hvert af þessu er hrossaskítur og það er eitt af þessu hrossaskítur. Ég ætla að segja erlendur þjálfari. Já, ég líka. Það er allt og klikkað, sko. Þið segið það? Já. Hvaðan var hann sem vann núna síðast með Argentínu? Var ekki Argentínu maður? Jó. 2018, var það ekki Frakki? Já, Frakki. 2014 var ekki Þjóðveri? Já. 2010 Spánari. Ítali. Já. Sturlaða staðreyndin í söldu saman var það að 2003-2004 fór Arsenal ekki gegnum tímabilið án þess að tapa á Englandi. Þeir töpuðu á Villa Park fyrir Manchester United í elstu og virtustu og þeir töpuðu á Highbury fyrir Chelsea þegar Eiður Smári lagði hann upp á Wayne Bridge. Ertu brotinn, Hörvar? Á Wayne Bridge. Hvað? Ertu brotinn? Hvernig þá? Er velgengni Arsenal að stíga þér svona einstaklega mikið til höfus að þú þarft að fara í eitthvað? Nei, þetta er bara sturlar. Ég þurfti að búa til einu sem var rosaskítur. Þú ert ótrúlegur. Þetta var þessi liður að fóra. Ég var í stuði sko þegar hann byrjaði sko. Ég er ekki í stuði núna. Akkur ekki? Jó. Mér finnst þetta mjög flott og ég þakka. Mér varst reyndar mjög skemmtileg þversögnin hjá þér í síðasta þætti. Það var að því að það er alltaf talað um að Arsenal hafi ekki unnið neitt og eitthvað svona. Voru að vísu áskrifundur að FA bikarnum í þarna eitthvað 3-4 ári röðu eða eitthvað.
En þú talaði síðan að þú sést svona traditionalist í síðasta þetta. Ég traditionalist. Já, byggarkeppnin sé svona það stærsta svolítið fyrir þér, sko. Fyrir mér, já. Já, talaði norska byggarinn og annað og það væri svolítið það stærsta fyrir þér. Já, fyrir mér byggarinn. Ég alltaf, það alltaf það sem ég hlakka til fyrir hvert tímabil. Þannig að þá getum við slepptið að tala að Arsenal hafi ekki unnið neitt almennilegt undanfarin ár. Já, ég meina þeir á unni FA-byggarinn sem fyrir mér, af því ég traditionalisti. Já. Og þá getum við þurrkað það bara á borðinu. Já, þú bara spilar þetta eins og við Þetta er ekkert með mig að gera. Er þetta ekki þessi stóru titlar samt, þú veist? Arsenal ekki vinnið í 20 ár, Manchester United ekki 10 ár, Liverpool með 2. Segir margt þessu klúbba, þessa stundina. Í hvað bullið þessi maður? Já, ég minn þetta 10 ára sásöku, ég skilji vel. Herru. Ég veist bara fara þá í, förum hingað, Europa League. Var ekki góð leikur í Ítalíu? Já, Fíla Ísland með Dr. Fútból. Kolleginnið hjálpar þér með húðina og hárið og allan pakkan. Fíliceland.is Lads. Hvað er að byrja þetta? Að byrja þetta á Anfield þar sem að Atalanta. Ok, Gunni. Ég með apology form. Ok. Getur þú beðið alla aðdáendur Serie A afsökunar? Langbesta deildin í Evrópu í ár. Má ég bjóða þér að beða afsökunar? Nei. Það reyndar í vesinn í Champions League. Þeir vissi í Champions League en þeir eru búin að vera öflugir almennt sko síðustu ár sko. Eitthvað að þá þetta var sjötta sæti stuðningsmenn að biðja mig afsökunar út þegar síðan að ég sagði að það væri mögulegt að þetta væri kannski ekki sterkast af Liverpool-liði sem við höfum séð undanfarin ár. Það væri möguleiki á því. Síðan þá hafa þeir gert í jafntefli við alveg afleitt Manchester United-lið og svo farið að tapa 3-0 á heimavelli á móti Atalanta sem að hefur Liverpool tapað 3-0 á heima? Hvað ætlir þessi langt sem að Liverpool tapað? Eða bara Liverpool Evrópum sem muni sko. Já, eða bara í einhverju keppni. Liverpool tapar bara ekki 3-0 á Anfield punktur. Það bara gerist ekki. Van Dijk hefur allavega aldrei tapað svona stórt. Ég held að hann hefði tapað 2 leikjum annað. Hvað klikkaði þarna? Bara margir leikmenn sem eru búin að halda þessi fast mér gangandi upp á síkastið voru líka off. Til dæmis Virgil van Dijk, McAllister, Salah gæti ekki neitt eftir að koma inn á sko. Svo þetta var bara ekki nógu gott. Margir þarna smáttu bara hrikalega dabran dag. Áhuga leysi fannst mér líka með að einhvern veginn sem menn var ekki tilbúinir í þetta verkefni sko. Þú settir í gærin á spjallið til mín enska deildin ekki eins góð og við höldum. Hvað meinar þú? Ég meina bara með því. Við horfum bara á enska í Evrópu bara. Horfum á úrslitaleiki móti spænskum frá 2000. Tjekki hvað staðan er. Ég held að enskir sé búin að vinna 1 eða 2 sko. Tjekki, þeir eru 3 núna, spænskir. Þeir eru Atlético Madrid, Barcelona. Þeir eru Real Madrid. Og meðan við erum með hvað? Við erum að sitja í við, sem segir við, svona, við horfum svo mikið á þetta. Og við horfum á þetta skelvilega bæinlið sem er að slagast að bæinlið. Já, ég meina slagast bæinlið 11 ár bara. Ja, 20 ára eða whatever. Og þeir bara fara í lykilstöðu á Allianz. Það er bara þannig. Þetta er hræðilegt bæinlið. Þetta er samt sem aður bæinlið. Þetta er samt sem aður, já, ef við ekki henda þá gögnum líka á borðið að Atalanta er í 7. sæti í Serie A með 50 stig, 30 stigum á eftir toppliðinu. Þess vegna vorum við að henda í respekt á Serie A. Þessi að respekt um Serie A. Bæinn er nú ekki það, bæinn er nú ekki lélegri en það að þeir eru nú bara í öðru sæti í deildinni. En við getum líka tekið dæmi bara, Arsenal í fyrra, Manchester United í ár. Þetta er bara ekki nógu gott, sko. Í Evrópukeppni? Já, Arsenal móti Sporting í fyrra. Já, nei, það var hörmulegt. Já, það var hörmulegt. Manchester United í ár. Það er hörmulegt. Já, það er hörmulegt. Ég meina, erum við ekki mögulega sem mjög smá ofmati? Ég held það. En eins og segja, þetta var... Skemmtilega steildina mínum að þetta, mestu peningarnir, gaman að horfa á þetta. Já, gaman að horfa á þetta. En nú veist ég heldur sem stundum smá ofmeta liðina. Það er mitt mat. Já, þetta eru... Ég meina, hvað það að segja? Þetta er enska deildin langsterkasta deild í heiminum í dag. En þetta tímabil... Þó að topparnir annar staðar. Ég meina, Bayer Leverkusen lappar nú ekkert yfir West Ham, sko. Já, 2-0. Já, en ég meina, Bayer Leverkusen er langbesta liðið í Þýskalandi til dæmis. Já. Þú veist. Þetta var kósið 2-0. En hvað er Ítalía að gera í Champions League? Hvað er Ítalía að gera í Champions League? Þeir gerðu nú ekki mikið ára, þeir fóru nú í úrsliti fyrra. Hvað er Ítalía að gera í Champions League? Sko. Þeir eru góð dottin út. Þeir eru bara þurrkaðir út. Og Real Madrid eru líklega á leiðinu út. Barcelona fara líklega áfram, þú veist, það breytist ekkert þar. Barcelona fer áfram á móti PSG líklega, Real Madrid fer út. Og þá stöndum við eftir með 2 ensklið. Heldur Arsenal fer áfram? Já. Þeir náttúrulega fengu hjálp frá sænska dómaranum. Hvað meinar þú? Þeir ættu náttúrulega að hafa fengið meiri hjálp. Harry Kane ætti náttúrulega ekki að vera að spila næsta leik, ef allt væri eðlilegt. Þetta er eitt ljótasta brot sem ég séð í fótbolta, sko.
Já. Þegar hann bakkar inn í... Nei, hvað meinið? Hann horfir tilbaka yfir öxlin á sér, plasserar svo olbúanum í svona undir hökun á hann. Alveg Inga Holland var hringjuvill afsökunarbeðni, sko. Já, sko, horfið á úrslitaleikinn á HM til dæmis 2010. Þú veist, bara hvað fótboltinn hefur breyst mikið, sérstaklega með tilkomi VAR. Þetta bara allt önnur íþrótt, sko. En sjáðu, sjáðu Svíjan. Hann minnur ekki með VAR heimalandinu, mætir hann á Emirates, neitar að skoða VAR þegar að, Gabriel... hann ræja gefur hann Gabriel. Já, það bara fíll leiklastur hjá honum að því að hann veit það að Gabriel tekur upp á sveitunar hjá Arsenal. En samt reglunar eru þannig að þetta víti. Já, þetta er ekki deliberate. Eins kjánulegt það þá er það víti. Ef við ætlum að dæma eftir reglunum, þá skoðum við lausa löpp hjá Manuel Neuer sem á leiðin í útlöp sem hann veit ekki alveg hvað hann ætlar að gera við. Hann greinilega ekki búin að ná sér eftir skíðaslýsið. Við sjáum það næstu viku. Já, ok. Ég beði bara þegar Gabriel tók bara boltan og sagði já hann og fór heim, sko, eins og maður gerði svolítið í gamla daga. Þetta var hann moment. Þetta var eitt af þeim momentum Þetta bara partur að vera dómar í dag. Þú þarft að skoða hvað lið gera í uppspili. Þú þarft að skoða hvað lið staðsettir sig, hvernig þú staðsettur þig í kjölfarið og annars líkt. Hann bara búin að lesa leikinn. Já, þetta var ákveðið áfall held ég fyrir áhugamennum enska boltarans. Já, þetta hörmulega bæinlið eiga svona mikinn séns. En það er ennþá annar leikur eftir og þannig að þá margir sem hafðu samband og sögðu nú skil ég Didier Deschamps. Þegar þeir fylgdist með Saliba í þessum leik. Já, menn hann hefur verið í brekkuðan í franska landsliðinu, það er alveg hárrétt. Og Deschamps. Konati meðal annars verið á undanum. 4,4 samtals XG á Já, í ensku deildinni, en þarna voru við alþjóðlegan bolta og maður var bara, oh my god. Benfica vinnur Marseille 2-1. Ef hann vinna í missum var þá stildir hann Saliba upp í miðriverðinni. Skoðum hvað Didier Deschamps segir, hann kann sitt. Já, Benfica vinnur 2-1. Fín úrslit hjá Joe Biden og félögum í Marseille. Mjög fín. Pierre-Emerick Aubameyang, maður stóru momentana. Hann bjóð til hennan seinnileik í Marseille og svo var það AC Milan Roma 1-0 og það var hinn skemmtilega óþólandi Mancini sem að skoraði. Sem ekki allt vilt stítilega þessu dagana en Daniel De Rossi gefa hann bara slanga díl, sko. Þetta er málið aðna, sko. Heldur betur. Það er gaman að fylgjast með honum. Nú í hinni deildinni, conference, þá unnu Aston Villa Hákon og félaga 2-1. Hákon fór út af í stöðunni 2-0 og en átti held ég bara ágætis leik. Klub Brugge unnu PAOK 1-0. Ronny Deila, fór hann þangað það? Jú, Klub Brugge, ég held að með þess að sko, jú, voru Eiður Ben og þarna Siggi Höskuld ekki að læra á Ronny Deila í veitur? Var það ekki? Eða það? Já, ég sá alltaf að var komin einhver annar á hliðlínu en það Lucescu, nei, hann þjálfa PAOK. Já, voru ekki að tala um PAOK? Nei, voru að tala um Klub Brugge. Já. Viktor Pilsen og Fiorentina gerðu 0-0 jafntefli og svo voru Olympiakos í draumalandinu 3-0 þegar að Fenerbahce settu tæpan Fred inn á og náðu að minnka munin í 3-2 settu hann 2 eftir að hann kom inn á. Það er náttúrulega rosalegt, pæli í þessu. Fenerbahce búin að vera miklu vesinni heima fyrir. Allt brjálað, þeir mæta þarna harðir. Gerum við upp með Kia. Alltaf besta ára Evrópukefni. Borrega, Ronny Deila. Skoðum það sem er í gangi. Kia. Já, upp á Hálsi. Krókáls. Já. Þess að ég segi ekki verið hvern sem er að keyra þangað. Undir brúna. Kylfingar ætti að vita hvernig hann keyra þangað. Já. Kia menn vilja vita hver er Kia, leikmaður vikunar í Evrópu. Þá erum við að tala um þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag. Það sé bara Skamaka, sko. Já. Skamaka. Já, með þetta fótinn en Skamaka var rosalega raunin í gær. Já, ég meina, skora 2 á Anfield, þá ertu bara leikmaður. Sá hvað hann var confident í seinnaslútinu sínu, nummer 2. Confident líka einhvern veginn, hann var svo rólegur í fögnunum. Já. Það var bara svona glotti og eitthvað svona stælar í hann, maður alltaf ævintýralega svalur, sko. Herri, það var þjálfarinn. Hver var að, nú reynum við að vera ekki alltaf með þjálfarinn og sama liðin. Nei, það er mjög auðvelt að fara í sama lið, sko. En ef við þá ekki fara í Xavi. Jó. Ríkælega öflugt að mæta þarna út í öllum út PSG og vinna, sko. Já. Verður hann ekki bara áfram?
Ég var einmitt að pæla í þessu áðan bara, þú veist. Segjum hann farið með undanúrslit, þú veist, hangi einhvern veginn í Real Madrid bara svona, þú veist, þeir vinna aldrei deildina því miður, sko. Nei, en þeir finnum eitthvað betri, sko. Þeir væru búin að vera strongly linked, eða þú veist, þeir væru búin að vera svo sterklega orðaðir held ég við einhvern annan. En það eiginlega aldrei neitt, þú veist, það hefur verið orðað við náttúrulega Bayern, Liverpool, þú veist. Ég ætla, sko, og svo hérna búðingur, við slum bara hafa Jürgen Klopp. Ég sá að Jamie Carragher var á ráðleikjunum að setja bílið í næsta. Ég ætla að segja við Jürgen Klopp. Mjög ósammála. Ég 100% Þú getur alveg unnið þennan leik 3-0. Jú. Klopp getur alveg mætt með bestu og bara komist 1-0, 2-0 og það er bara, þú veist, þeir geta alveg unnið. Og úrslitaleikur í Dublin með annarkvort Manchester United eða Liverpool, bara, þú veist, það yrði unreal því að, sko, Manchester United og Liverpool eru lið bara Dublin að búa. Það er bara, það er unbelievable stuðningurinn með þessi tvö lið þarna. Hvaða lið er það sem hefur gefið Liverpool svona einhver ástæðu til þess að fagna á þessu tímabili? Það ekki bíliðið? Er það? Bíliðið? Það er alveg góð punktur, sko. Senda bíliðið. Ungu strákarnir, það er þetta að mixa sig eitthvað upp. Það verður áhugavert að sjá hvernig þeir fara í þessi mál. Ég held að það sé gott vera að hvíla eitthvað alla, þú veist, það geti bara skemmt momentum að mínum mati, sko. Snýst oft momentum. Momentum heldur betur. Talandi momentum, við ætlum að fara í bestu deildina með kjarnafæði. Ég er ekki snobbaður þegar kemur á grillkjötinu. Jú, ég er snobbaður, ég vil bara kjarnafæði. Þurrkrydda lærisneiðar eða sem ég bið Já. Yndislegar. Herru, veistu hvað ég gerði í gær? Nei. Það var ekkert til í ískapnum heima. Þannig að já, alltaf nokkrar í fristi. Kjarnafæðistekur, sko. Ég teka inn og út. Bara klukkan 11:30 eða eitthvað. Og ég pröfaði bara. Ég setti hana aðeins í örbylgjuna, bara svona til þess að ná mesta þýðan aðeins, svo bara beint á grillið. Segðu hvað þú átt að gera. Sett hana í skál. Já. Varst ekki með vakuumpökkunarvél heimaður? Já. Setur að steikina þar í, lætur renna á hana heitt vatn í svona 10 mínútur, 15 mínútur. Já. Vakuumpakningin af, aðeins að krydda þetta eins og vilt, beint á grillið með þetta. Á grillið? Svo að hakka þessi í sig. Ok, ég ætla að prófa það næst. Ég á alltaf nokkrar í fristi. Já. En það varst ekki að byrja í þessu. Förum í þetta með steypustöðunni. Og það eru þetta margir góður leikir. Já, eiginlega frábær leikur í kvöld. Stjarnan KR. Leiðilega fréttir á Herbjörn KR með hérna Hrafn Tómasson og náttúrulega Aron Sig líka. Þetta meður. Já. Ekki kannski eitthvað svona sem að þeir máttu við því það er, eins og sé, halda svona hæpinu gangandi en það er nú eitthvað að vera orðið einhverja leikmenn við þá. Eyþór Völler er sterklega orðaði við KR-ingana. Þetta er mjög áhugaverður leikur í kvöld því að bæði lið svona kannski, það var hægt að setja spurningamerki við bæði lið eftir fyrstu umferð. Stjarnan, ég held að flestir hafi búist við að þeir hefðu komið svona af aðeins meiri krafti inn í mótið. Ekki það, þú veist, erfitt að fara náttúrulega í Fossvoginn. Og svo sömulegis KR að, þú veist, fá þessi 3 mörk á móti Fylki er... Já, en þessi rock'n'roll bolti sem... Þessi rock'n'roll bolti, en þeir verða að verjast. Þeir þurfa að gera það, ég meina Fylkir voru, ég ætla ekki að segja nálægt í jafna, en þeir alveg reyndu, skilur, þetta var alveg möguleiki. En það, þú veist, leið og vörnin slípa sér saman aðeins betur, þá held ég að þetta verði ekkert vesen. Áhugaverður leikur í meira lagi Stjarnan KR. Breiðablik Vestri er svo á laugardag klukkan 2. Ég var mættur þar á Kópavogsvöllin. Sko Blikar, þeir eru búin að semja með hvað við Finn eða ekki? Finn Ára? Nei, Höskuld. Viktor Ára fyrir ég. Viktor Ára, já. Sem er bróður hans. Höskuld. Já. En hvernig eins og, er ekki Ólífer að renna út og... Eða veitu hverju er það sem að renna út? Var ekki Jasson? Sko, Ólífer, Jasson, Anton Ari, Damir, Andri Jóman. Það er alltaf leikmenn sem er að renna út og við skoðum bara byrjunarlið til mér sem svo hjá Breiðablik í síðasta leik. Þetta er lið sem er ekki að verða yngra en þeir verða samt, myndi ég halda þessum lykil kjarna. Það verður náttúrulega einhverjur að fara. Þú veist, það er bara... Mögulega einhver endurnýjun, en ég meina maður hefði þá haldið að það yrði allt kapp lagt í að semja við leikmann eins og Jásson Dahl, sem var yngsti leikmaðurinn í síðasta leik á liðinu, fæddur á 1999. Já, bara eitt besti leikmann í deildinni. 25 ára. Þegar ég var 24 ára var ég litt elsti maðurinn í Breiðabliksliðinu. Já. Þannig að ég eiginlega trúi ekki öðru en að það verði allt kapp lagt í það. Því að það er ekkert langt í að það megi væntanlega byrja að ræða við þessu leikmenn. Nei, það er bara dettinn, sko. Reyndar flesti samningar að breytast þannig að það er til áramóta. Já. Það er flesti byrjað að gera það bara svo það sé ekki byrjað að hjóli og strax þá er það bara, hvað, í júní eða eitthvað. Já.
Þannig að þú veist, ég myndi halda til þess að bara eyða þessari óvissu út því að það er mjög mikið hæp með Breiðablik akkurat núna. Sérstaklega eftir að, þú veist, Ísak kom og það, þú veist... Höskuldur skrifandi saman kvöld og góða fílingur, sko. Já, þá myndi maður halda að þeir myndu leggja, þú veist, allt í sölunda til þess að halda Jasoni því að, þú veist, Jason er bara leikmaður sem að þeir geta byggt liðið svolítið í kringum, sko. Á Greifanum á laugardaginn það Káa á móti FH. Ætlið við að byrja þennan leik? Nei, ég held að hann fari í svona 30 til hálfleik, fyrir til einhvern staðan í hálfleik. Ok. Sjáum við eitthvað, já, við svo sem tökum Gunni Gískar ég rétt á eftir. Sástu fyrstu umferðina? Já, það var rosalega 5-6. Það er bara takk. Og sá leikur sem tapaðist, það var svona kannski sá óventasti. Já, ég meina þetta voru 4 heimasýrar og að KR vann Fylki sem allir spáðu niður. Já. Þannig að þetta var ekkit, þú veist, Gunni, ég elskar rósaðir en þetta var ekkit eitthvað unbelievable, sko. Já, þú elskar það. Bróður minn var ekkert að hoppa hæð sína, sko. Nei. HK Ía, það er alvöru leikur, það er svona, þetta er Jóakallasláðurinn. Þetta er Jóakallasláðurinn. Já, reynilega líka. Hann lítur nú að vera heiðisgestur. Já, reynilega spila aldrei fyrir HK. Nei, hann lítur að vera heiðisgestur. Getið þið nefnt með 5 leikmenn sem að spila fyrir HK Ía? 5? Já, ég held ég get alveg farið það. Já. Já, 5 svolítið. Átni Thor. Já. Hverja erum við fleiri þarna? Ingimar auðvitað. Ingimar Hlins, já. Ingimar Hlins. Já, Jói Kalli. Auðvitað, við erum búin að segja 3. Já. Hverja fleiri þarna? Teitur P. Já, Teitur P. var áhendir. TP. Maður er að grafa djúpt að það, sko. Og hvað? Er það ekki með Aron Í með það? Harald Hinriksson hann hafa ekkert að fylgjast með. Nei, heyrðu, ég var ennþá að hugsa Aron Ímir hefði ekki komið upp í viðkynna. Svo er það leikur Fylkis og Vals 5 leikmenn sem að spila með fyrir Fylki og Val. Keli. Fylki og Val. Hvað erum við þar? Við erum með Kristján Hauksson. Kjartan Sturlu. Albert Ingarsson. Alfred Ingarsson. Fram. Orri Hrafn. Val, já við sögum Val, ég var í Fram og Fylki, þessuna. Já, Fylkir og Valur. Já, en Kristján Hauksson var í báðu, sko. Já, og... Þetta er endurstæð leikur. Já, þetta er endurstæð. Ég er bara sko. breinfrísa þarna. Vistu fá fleiri það? Já, þið ráðið bara. Svo er það síðasti leikurinn sem verður Fram og Víkingur á Salatinu. Fjala Þorgís. Estadio Enchilat í Úlfarsárdal. Og það verður eitthvað. Fram, Víkingur, Rúna Kristins. Og stúkan hristist. Það er eitt frá það. Keli Dóri Átna. Gaman heldur áfram af mörgu góðu. Gaman heldur áfram af mörgu góðu. Ég er með meira, sko. Hvað er meira? Dóri Átna. Stelpurna bráðna. Stelpurna bráðna, já. Þannig að það er allan að þetta er að detta allt saman inn og við finnum það eina rétta. Mér fannst líka gott Dóri Átna, stuðið og gleðin heldur áfram. Já. Það var mjög gott hjá þér. Þannig að þetta er alltaf að vera betra og betra. Það má fara í Gunni Gískar með lengjunni. 5 af 6 var þetta síðast. Síðast var það Arnar Freyr Ólafsson sem að stakk Gunna í bakið. Mun hann einhvern tímann taka 6 af 6 á þessu tímabili? Það held ég ekki. Þú heldur ekki? Það vantar þetta 5D Vision. Þú maður setur í björsuna með á miðunni hjá leikni? Já, það er rétt. Stjarnan KR. Já, nú er þetta orðið erfið leikir. Ég ætla að segja 2-0 Stjarnan. Breiðablik Vestri. 1-0 Breiðablik. Káa FH. Já, nú er þetta orðið erfitt. 1-3 FH. HK Ía. 1-1. Fylkir Valur. 0-4. Fram Víkingur. 1-3. Fyrir Víkinga. Já. Það verður gaman að sjá hvernig þetta gengur. Mætir Rúna með kampæna? Má ég breyta Stjarnan KR? Má ég segja 2-1? Ég held að KR skori. Höldum okkur við 2-0. Ég held mögulega að KR skori. Upp á viral clipuna. Já, the viral clip. The viral clip. Já, ég held að KR komist yfir, en ég held mig við 2-0. Ok, þetta var meiri háttar
Skulum fæða okkur í enska boltan með flísabúðinni, elsta og virtasta flísabúð landsins. Þú þarf topp gæði, topp þjónustu, topp manneskjur. Þá ferðu beint í flísabúðina. Svo ef þú vilt taka þetta alla leið. Hafa eitt vegg aðeins öðruvísi. Versace. Flísarnar. Versace. Flottir leikir í enska boltanum helgina, kannski stærsti leikurinn viðureign Arsenal og ég gef mér dauðþreyttir leikmenn Aston Villa. Já, þú ert búin að tekna það þannig upp. Þú ert búin að teikna það. Ég sá bara hvernig þeir voru ákomið rautt ljós í mælaborðið. Erfitt að ráða tempói á Fonseca. Hvernig þetta ekki bara easy í Arsenal? Við sáum náttúrulega þegar að Aston Villa mættu Man City, átt ekki break þar. Þetta ekki bara easy? The Gunners. Já, á að vera það. Jú, með að við taktin í Arsenal núna þá taka þetta 2-3-0 á mínum að sko. Það sem 2-3-1. Maður sá eins og til dæmis með þessi Porto-leikur fannst mér oft á tíðum ekkert frábær. Nei. En samt héldu þeir taktinum í deildinni áfram. Mér fannst það vel gert sko. Þannig að Já, fylgdu ég eftir með 0-0 á móti City. Já, flott tattur. En haldi að Jurriën Timber, dettur hann inn? Nei, ekki aðeins lengri, hann ekki líka of erfitt að fara að henda honum inn í þessari stöðu. Þú ert bara að berjast hvern einasta punkt, skilur. Og keiftur allan að pening. Já, ég veit það, en ég held að hann myndi frekar fara í hann. Kannski skort svo 20 og eitthvað svona, sko. Ég Þú ert í gýr í dagur, hann keiftur allan hennar pening. Meiddist í fyrsta leik, sko. Já. Hvað sleit hann ekki krossband eða? Já, ég að segja að það er notan. Inhuman að hann sé komin tilbaka. Hann komin tilbaka? Já, ég meina hann byrjað að æfa á fullu með liðinu. Ekki komin tilbaka fyrir hann á völlin. 7-8 mánuðir, það ekki verið eðlilegt í dag með að þú allir þess að tækni það? Ég var að tala um Jóa Má, hann þyrfti að klukka mínútur til að vera komin tilbaka. Var Jói Már að segja það? Hann sagði til þess að vera komin tilbaka þarf að klukka mínútur. Er eitthvað Jón Ívar Eldon eða? Nei, ekki það heyri í honum. Nei, af því að það gengur svo vel hjá honum. Gengur nefnilega svo vel hjá honum. En þetta verður skemmtilegur leikur og það eru fleiri skemmtilegir leikir helgina. Liverpool mæti Crystal Palace sem bara svona rútínir að 3-0 sigur ekki. Já, það ætti að vera það og líka bara fínt moment til að koma sér aftur í gang, sko. Já, West Ham, Fulham, gaman að segja frá því að Rodrigo Muniz leikmaður mánaðarins í enska boltanum, skemmtilegt fyrir hann. Mjög skemmtilegt, með að þessi gæi var bara eitthvað í brasi í Boró, sko, fyrir ekkert svo lengu. Já. Það var þetta örugglega svona mesta, hvað segir maður, svona sagan í vetur. Og Andoni Iraola, þjálfari mánaðarins. Já, Bournemouth. Það er hörkuþjálfari. Þetta er sant, já. Hefur eitthvað út á þetta sitja eða? Nei. Það veit aldrei. Nú, Iraola mæti með 7. heitt Bournemouth liðið á móti Manchester United. Tapaði síðasta leik. Það er enda alltaf verið að velja fyrir mars. Já. Það er ekki að spá í framtíðin og velja leikmenn og stjóra aprílmánaðar, sko. Það er ekki með kúluna fyrir fram að sig. Þetta er Burnley, sigur, jafntefli á móti Sheffield, sigur á móti Luton, sigur á móti Everton, sigur á móti Crystal Palace. Já, þetta eru svona Bournemouth, sko. Já. Þeir mæta Manchester United, 7. lið. Manchester United, kannski áttin skemmtikraft. Já. Þeir voru hrikalega öflugir síðust helgi, sem heldur vel í boltan og alveg herrið á Liverpool. Já. Hvernig fannst þér eins og þegar að Onana tók Cody Gakpo á og bjóð þar til annað markið? Þú veist, við sjáum allt og lítið að þessu sem að lið byrja spilin í eigin markteik og skora einum inn. Já, en það er náttúrulega bestu liðin hafa verið með náttúrulega svona markmenn sem hafa getað gert það. Já, nei, ég minna bara, gaman að sjá þetta. Já, þú verður náttúrulega ekkert vanur þessu, við erum með David De Gea, einhvern veginn að, þú veist, bombón mjög inkast og eitthvað heil lengi, sko. En þú veist, við erum mjög vanir þessu. Casemiro sett að vera aftan sig. Casemiro, ekki minna með á hann. Unbelievable sending. Ég er búin að sjá allir svona sóla svona 50 gæða síðust 3 ár. Nottingham Forest Wolves. Það gerir þetta í hvernig minnsta leik. Ederson, sem Manchester City, Luton var áhvert að sjá hvort að Ederson komið tilbaka þar. Burnley, Brighton, Brentford, Sheffield United. En svo flottur hátíðisleikur á laugardaginn. Það er Newcastle United, Tottenham. Það er leikur sem slætt taktin í þetta allt saman. Það verður, ég sá Joe Willock ekki klár, sem auðvitað bara áfall. Bæði fyrir bara Newcastle menn og áhuga menn enska boltan. Klárt mál. Ég segi bara að Tottenham kláran leika var þetta á Champions League
Ég held að segja 15 seti komið, en svo það bara undir liðanum í Evrópu komið að klára það. Já, það verður spennandi. Það hlýtur að vera nóg ef annarkort, ef að Við þurfum svolítið að treysta á það verður væntanlega enslið sem að vinnur Champions League. Villa eða City og Arsenal. Heldur betur. Upp úr þessu. Við ætlum að fara í Winners and Losers með Einar Á. Einar Á vinner í byggingabransanum á Íslandi. Stóri vinnirinn. Þeir elska vinnera. Þeir vilja líka heyra hverju lúsirarnir eru. Strákar, þegar við horfum tilbaka á þessa viku og sem vinnera, ef við hugsaum út fyrir kannski fótboltan, þá vinnir klárlega Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra. Það verður bara að gefa honum það. Sem að bara virðist alltaf stíga þétt. Við framsóknarmenn konum með peningana. Það er ekki jákvætt til að með það. Konum með þétta hendi peningana. Já, það heldur betur. Sigur Ingi var maður sem sagði það er kunst að eiga peninga á Íslandi. Það er kunst. Það er ákveðin kunst. Einhver aðrir vinnarar sem einhvern veginn eru vinnarar úr þessari viku? Já, Phil Foden verið ákveðin vinnir með þessu marki og þessari framistuð í svona leik, sko. Það er svona helvítið öflugur. Ég var að setja Halla Guðmundsson inn fyrir að mæta með vel drillað Keflavík til á Ólafsvík, það er ekkert grín að fara ángað, sko. Fólk er rátt svo á því, sko. Ég til ég að gefa honum vinnir líka. Mér finnst Tiger Woods verið að koma út sem svona hálfgerður sigurveri þó náttúrulega vikan hjá honum sem nýbyrjuð, sko. En bara hvernig hann hefur aktað á blaðamannafundum og sömuleiðis fannst mér bólunum sem var í nokkuð flottur í gær og ég ennþá mjög reiður út í Nike að hafa ekki gert einhvern svona lífstíðarsamningu við hann. Það bara ekki alveg að sama að sjá Tiger Woods í svona léttu Slazenger merki Slazenger er náttúrulega heritage merki. Já, ég veit það, en það bara ekki alveg. Við traditionalistar tilum það, sko. Við Nike-arnir, við erum svona. Já, það er svolítið kaupfélagsskapninga sem er flott, sko. Ég ætla að setja annan vinnir að inn, Nadia Alldóttir. Já. Því að hún klárlega vinnur secure move í langbesta liðið í deildinni, bara einhvern veginn svona, bara kennir fótboltamönnum að hún bjósi bara til nafn fyrir árið síðan þekktu engin leikmann í dag hún komið move í stærsta klúbbin á Íslandi. Já, mér finnst líka bara hart að lappa inn á bara með trefilinn og þetta var bara mjög cool. Gunnið, þú ekki sáttur? Jú, 100%. Mjög sáttur við þetta alltaf. Nei, bara flott hjá henni að fá move í stærsta klúbbin. Já. En það umræðan var til dæmis ekki svona Begga Óla þegar hann fór frá Fjölni rétt fyrir, hvað var það ekki bara viku fyrir? Nei, hann hætti rétt fyrir. Það var aðeins. Það er svona sem var að fara frá klúbbnum sínum. Já, en það, mér fannst það svolítið verið. En það var, þú veist, það var stærst í klúbbnum og þetta var bara Dwight York að fara frá Aston Villa til Manchester United. Ég held að Valur hafi, já. Það kom ekkert upp á Begga, hann bara ákveða að hætta. Þetta var einhvern veginn öðru sér, þetta var þjálfari og leikmaður voru greinilega ekkert eitthvað sammála eða eitthvað. En þú ert þá væntanlega að tala að Valur hafi viljað fá hana. Já. En af hverju þá að rifta, af hverju kaupi Valur hana þau? Víkingur sagði að þeir vildu leyfa henni að fara, bara þeir börju virðingu fyrir henni. Okay. Og bara áhugavert að fylgjast með henni. Hún er eina vinnurum vikunar. Er þið með fleiri vinnira? Fleiri vinnira? Okay. Já, verðum að setja skamakka líka hótt, við erum nú að gefa honum besta leikmann. Já, við erum bara að lúsera. Er þið með lúsera vikunni? Lúsera vikunni, það er þjálfari Blackburn, John Eustace. Hann er ekki búinn að gera eina hluti hann síðan hann tók EM, sko. Tapaði 5-0 á móti Bristol og tjekkið í prógrami á Blackburn sem eftir. Þeir geta bara fallið, sko. Þetta er, held ég, Leeds, þetta er Leicester, þeir eiga miðvikudagsmenn vissulega. Þetta verður hörku erfitt fyrir þá, sko. Aðra lúseri, ég meina, ég get valið á milli, mér á Dominic Szoboszlai, náttúrulega gefur þetta þriðja mark, var bara almennt ekki góður, ekki búinn að vera góður lengi fyrst mér. Darwin Núñez, enn og aftur klikkar færi í stöðun 0-0. Sko, ok, en ef við erum hætt að dansa í hrigum gröðin, verður ekki sett Óskar Hafnán að tapa fyrir 5. lið? Jú, algjörlega, ég meina, það var ekki gott, sko, klálega. Það er hræðilegt. Það er líka bara, þetta er bara snemma í mótinu, skilur. Það er bara svona líka bara maður sér á Facebook hvað þetta skiptir miklu máli fyrir stuðningsmenn. Já, ég meina, hann fór í viðtalum. Er það að tala hérna Twitter sem þú vitnaðir í sem var einhver reken með 3 follower og ekki fara, veistu hvað, ekki fara inn einu vörð. Ég er ekki bara í vörð, ég er bara að segja. Myndi segja þetta sjálf. Já, 100%. Það er skandall að tapa eru 50 deildarlið þú ert að byggja nýtt projekt og ert að reyna að fá fólki með því. Óskar sagði líka daginn, hann hefur aldrei mætt á staðar með jafnvel pressa á undirbúningstímabilinu. Hann var eitthvað leikur á móti Varg eða eitthvað, bara hann myndi ekki vinna, þá væri staðið bara í hættu eða eitthvað, sko. Svo ég held að hann sé alveg sammála svo ekki sóttu með þetta. En er ekki sammála mér í því að lið sem er ekki topp 5-6 í úrvalsdeild kasta bikarn?
Alls ekki. Nei, ég held ekki þú Alls gefið ekki gott gera. momentum. Ekki kastónum kannski, en þú veist, leyfa öðrum mönnum að spila þar, þú veist, reyna að komast áfram á kannski, ef þú ert með breiðan hóp og eitthvað svoleiðis, að reyna að komast áfram þannig og svo kannski mögulega er það að taka stöðun og þú ert komin eitthvað x langt áfram. En, veist, en hvað gefur svona, þú veist, eins og til dæmis við sáum Grindavík vinna Val í fyrra. Hvað gaf það Grindvíkingum? Það eru heldur dæmi í báðar áttir. Það eru klálega dæmi í báðar áttir. Hvað er síðasta bikarævintýri sem við sáum hérna á Íslandi? IBVF var náttúrulega... Já, IBVF var samt fínt lið. Já, fínt lið. Þetta var bara mjög fínt lið. Það var stórt. Já, auðvitað var það stórt. En ég meina, þú veist, og það er náttúrulega þessi ríka sigur hefður úr Vestmannaeyjum. Já, en við séð lið sem var í algjöru fóki eins og KR. Þegar þeir vinna þetta 94-95. Það trommaði upp bara KR sem að síðan... En það er ekki bikarævintýri. Nei, bara á þeim stað sem KR var á þeim tíma, þá hélt maður bara að þið gætu bara aldrei aftur unni byggar. Breiðablik að vinna byggarinn er átt þess að skýta tímabil, gaf því líkt momentum en næst tímabil. Þeir eru Íslamestrar árið eftir. Ég meina, alveg eins og fyrir byggan, það er enginn að tala um mannsstöðu hvernig við hjöldum okkur 2010-2011. Það er allir að tala um byggarinn. Það er allir að tala um byggarinn sem er unni 2013. Það er ennþá ferð á svæði og er ennþá allir að tala um það. Eins og Coventry City er ennþá að tala um 87, Wimbledon 88. En hvað er þessi lið í dag? Þú lítur að vera að byggja eitthvað project. Þú lítur að ráða inn þjálfara. Við sjáum til dæmis bara eins og Lyngby. Lyngby ræður inn þjálfara þar sem þeir hefur ekki hugmynd hvað þeir vilja. Svo bara, þetta er kannski ekki alveg, Magni Hósett er ekki alveg maður sem við viljum. Er þá agenda þannig að við erum í fótbolta ekki til að vinna eða? Nú skiljum við sko, en geta allir verið í fótbolta til að vinna? Geta öll liðin í bestu deildinni? Geta öll liðin í bestu deildinni verið í bestu deildinni til að vinna? Nei, ég er ekki geta öll liðin í Premier League verið í Premier League til að vinna. Góðlutning gerst á miðjunni, en ég meina sér að Brighton hafa reynt að fara eins langt og geta í en Brighton er með ákveðna stefnu. Já, algjörlega. Brighton er með ákveðna stefnu. Þeir verið að spila ákveðna típu af fótbolta. Þessi ráðning á Roberto De Zerbi hefur verið hrikalegt success. En þetta er bara leikmenn, Caicedo eitthvað 7. dýrasti leikmaður til að vera seldur í heiminum. Já. Það er þá bara, það er Brighton. En Brighton er ekki að berjast um titlan. Nei, sérðu eins og bara kvennalið Víkings. Þær bjuggu til momentum í kringum kvennafótbolta í Víking og í Fossvoginum. Já, og það hefur líka mikið til með að gera bara samstöðuna og samheldnina í félaginu. Já, algjörlega, en þá bygguðu til, þú veist, ef King John Andrews hefði sagt bara, kostum þessu byggar, þetta er ekkert cool. Mér finnst þetta næf og barnalegt take, mér finnst þetta vera mikið áfall að tapa þessu. Við höldum allir hérna inni með Óskari, en það er ekki boði að tapa fyrir þessu liði. Og þetta gerist ekki. Sandefjord tapaði líka á móti einhverju þriðdeildaliði eitthvað svoleiðis. Ég átta mig svo sem ekki á styrkleikanum á þessu Torfstadliði. Töpuðu Rósenborg ekki á móti Stjörndalsblink eða eitthvað í fyrra? Jú, í fyrra. Þetta er bara ekki gott. Nei, auðvitað er þetta ekki. Og eins og segir að, þú veist, að byrja projekt og annað slíkt. En mér finnst bara, þú veist... Allir eiga að reyna að vinna byggarinn eins mikið og þeir geta. Öllir setja allt ykkar púður í byggarinn. Þetta er það sem býr til eina sem getur leyftir að vonast eitthvað eða eitthvað slíkt. Er ekki upp að Vík Ólafsvík svolítið byggarinn? Já. Hull City, þeir tala aldrei um tímabilið sem bara, munið þeim fórum á Wembley. Þú veist, þannig er þetta bara. Algjörlega. Við fórum á Wembley. Og, þú veist, Swansea, öll þessi tímabilið í deildinni. En þeir alltaf tala um deildabyggarinn sem þeir unnu. Já, sko, ok. Þannig er þetta. Og ég held að fyrir allir sem að reyna að gera eitthvað lítið, en stundum, já, en fórum að passa á einu að berin verði ekkit súr. Berin, þú veist, allt í einu verði þetta ber súrt. Hvað meinar? Það meina ég bara að leið og þínu liði gengur illa, hvernig sem það er. Nei, og það dettur út af byggkefni, þá er ekki byggkefnin og léleg. Nei, það er ekki það sem ég er að segja hérna. Ég er bara að segja, þú veist, ok, þú ert kannski með lið, segjum bara, tökum bara dæmi. Þú ert kannski með hérna, þú veist, já, bara eitthvað lið sem er í neðri hluta, í einhverju deild, að berjast kannski mögulega fyrir lífismunum deildinni. Það hlýtur að vera aðal fókusun á. Við þurfum að vera heilir, við þurfum að vera klárir í þessa leiki í deildinni. Þá viltu væntanlega ekki vera að bæta á því leik eftir leik eftir leik eftir leik í bikarnum. Já, ég segir eitt bilað. Ef mannstjórnandi verið fallbaráttu, þá myndi ég freka vilja falla og vera bikarmeistari. Heldur hann að lendi í 17. sæti og dett út í 64. Jú, þetta er það sem mér finnst. Ég held að I mean it for the glory. Ég held að Þórsarur árið, þeir hefði valið að vinna bikarinn og fallið. Heilt tímabil af sársöku. Nei, það er ekki sársöki. Það getur drullugánar í B-deild og tala um alla stuðningsmenn Manchester uppbóðstímabilið eða 70-tímabilið undir Tommy Docherty sem var í B-deild. Það elsku allir. Spurðu Sörens upp í uppbóðstímabilið innan Newcastle.
það eru Championship árin. Þannig að ég held að fólk les og mikið þennan sársauka. Neitt að gera. Ég er bara að segja, mér finnst, þú veist, fókusin þarf að vera svolítið. Mér finnst þetta skrítin varnarleikur. Hvað er varnarleikur? Þetta minnir mig á varnarleikinni og Gabriel í vikunni. Mér finnst þetta skrítin varnarleikur. Varnarleikur? Ég meina, hvað er vörðni? Ég er bara að segja hvað mér finnst. Já. En ok, þá erum við bara sammála og ósammála. Ég held að það sé oft svolítið svona ákveðin fegur í því. Ég hugsa bara að eins og íþróttirnar eru að þróast í dag með allir þessari tækni og náttúrulega auknum peningum, auknum fjármagni, að það verður bilið á milli bæði deildana og bestu og lögustiliðana en þá meira það var. Það gerir þetta bara þannig. Þú ert bara komin í einhverju allt aðra umræðu. Hvað meinaru? Við erum að ræða það hvort að það sé möguleiki fyrir til dæmis lið eins og, þú veist, nefnum bara Haugasund, Fylki, þú veist, whatever. Er möguleiki fyrir þessi lið að vinna bikarinn? Já, það er bara frábær möguleiki til að vinna bikarinn. Keep going þá. Já, það er bara klárt mál. Og til dæmis eins og verið Mosó, þið að fara og reyna að vinna bikarinn. Við? Já. Bara engin spurning. Þú veist, það er bara ekki nokkur getur verið líka rosalega heppin á leiðinni sko. Já, auðvitað þarft að hafa heppni með því. Þú þarft að fá góða drætti. Ólsarnir voru næstu mættir á Laugardalsvelli. Það er 20 mútur Breiðablik. Já. Það munar bara engu að þeir færu á Laugardalsvelli. Þannig að það er ekki FH. Hvað segirðu? Það er ekki FH. Jú, en svo líka einna mútur Breiðablik. Jú, vá, það er seinna. Já. Þannig að alltaf að leyfa sér að dreyma, það er miklu skemmtir að leyfa sér að dreyma og fara áfram bikarnum. Veistu hvað, ég skal viðurkenna það bara. Þú ert búin að fá mig til þess að skipta aðeins bara um skoðun. Okay. Ég skal bakka aðeins með þetta. Ég sé enga ástæða fyrir að vera í íþróttum ef að stefnan er alltaf 17. sætið. Nei. Go for it. Ég sé ekki. Þú sér það öðruvísi. Sínum augum lítur hver á silfrið. Við þurfum líka samt að hugsa að nú erum við með hvað skilur það eftir sig? Nú erum við actually með deild bæði í, þú veist, við erum með deild í körfunni, við erum með deild í fótboltanum þar sem að peningarnir eru orðnir svakalegir og við erum með kannski 8 og ég myndi halda í körfunni 10 lið 10 lið sem er að reyna að vera Íslandsmeistari. Já. Er það sustainable íþróttaumhverfi? Nei, þetta er skemmtun. Og það er fólk hefur gaman að þessu. Þeim er allir saman að þú sé engin, Keflingar ekkert að essi við þessi engin Keflingur af þeirra unni Álftanes í gerð sko. Það er allir sama. Það hlýtur samt að það hlýtur að vera. Körfuboltabærin Keflavík. Það eru auðvitað eitthvað. Það vilja allir vinna. Í grunninn er bara að þeir unnu og þá svona erum við allir til í að ræta með sko. Æsver voru hringjað, þeir vilja fara að neyða já. En ég hef samt alltaf gaman að dibba þetta. Það er gaman að ræða málum við Gunnar Birgisson. Góð manneskja og falleg bæði að innan sem utan. Það er nú, ef ég hef talið kost. Nú, Æsver eru með doktorfútból, Æsver á Laugaveginum og Kringlunni og þetta í Smáralindinni, Æsver, þar sem að prísin fer útivistaföta og betra verði og þeir voru að kynna nýja línu í gær. Mjög fallegt að sjá það á öllum samfélagsmiðlum. Æsver er það þarna með nýtt, hvað hétta, eitthvað, þetta er stólið úr mér. Black Panther, köllum það þangað til að ég leiðrétta þetta. Neyða já, Hannes Viðbjarnason spyr hvort var betri, Pálo Rossi eða Alessandro Altobelli, geðveik spurning en það er ekkert neyða já þarna. Já, vá, þetta er eiginlega sko Altobelli sé í 86, eiginlega fyrir minn tíma. Já, en ég ætla að segja Pálo Rossi því að minnur háan. Sko. Og var hetjan á heimsmeistaramótinu. Á hverju ítölsk lið erfiðustu andstæðingar Liverpool vill Hermann Friðriksson meina? Er það rétt? Við höfum oft verið í brasi með Spánverðina líka sko. Já. Nú höfum við verið í brasi með Real Madrid, við duttum út fyrir Atletík og ég veit ekki hvort, ég þarf einhverja tölfræði við þetta sko. Mikið af spurningum Liverpool, ég ætla bara að skauta fram hjá þeim. Er það? Já, þetta er svo mikið. Já. Örvar Þór Guðmundsson spyr, er Klopp þessi næstum því típa? Neyða já. Nei, ég segi nei, ég meina hann hefur unnið allt, hann er búin að berjast við hrikalega öflugt lið Manchester City, en ég meina jújú, hann hefur tapað einhverjum úrslitaleikjum og fleira skilur. Þetta nýja glæsilega knatthús Hauka þýðir það að Haukar geta tekið fram úr FH sem besta lið Hafnarfjarðar í fótbolta? Nei, það þarf miklu meira. Haukar þurfa til dæmis að koma leikmönnum sem er ala upp í meistaraflokki og láta á spila þar því að þeir faradir á þeir komast í meistaraflokk sko.
Það er ýmislegt að gerast. Vignir Freyr Magnússon spyr á Saka við stóðkerfis vandamál að stríða. Hann verið stiga erfitt með að standa í lappirnar. Á Saka við stóðkerfis vandamál að stríða. Nei. Er einhver sem að dýfi sem minn? Er einhver dýfusaga hjá honum? Ég veit það ekki. Þú segir mér. Þegar nú erum við með, þú veist, önnur dæmi bara í vikunni, sko, Harfi Elliot og fleira. Er langt í stóra hristingin? Veitir þið eitthvað meira en við? Nei, ég held að sé bara svo góð jafnvægi að það sé lengri með höldum, sko. Hann er bara frábær jafnvægi. Já, hann er ekki komin á samfélagsmiðla. Nei, ég held að. Nú, má ég sjá, ef Portugal vinnur EM, fær Ronaldo þá Ballon d'Or? Góð spurning. Nei, ég held ekki. Hrakfarnar í Sádi-Arabíu hafa ekki verið það miklar. Það hafa verið rosalega miklar. Hann hefur náttúrulega komið liðir voru í fyrst sæti og þeir endur í öðru sæti og engin málmur í þetta árið og bara, þú veist, fullt af mörkum og stóðsendingum. Tala um þetta, ég tárast. Sko, við sjáum þetta en bara tölum þetta Successful Saudi Project. Hættu þessu Hjörvar. Það er svona gaurinn var að slá. Það var gæja að slá einhvern annan með svipu í gær. Já, það er menningamunur. Berum meiningu fyrir því. Arabaheimurinn er öðruvísi. Arabaheimurinn er ekki svo Mosó. Annar heimur. Var hann ekki að slá leikmann að líkt í hatt? Belti. Hann notaði belti. Ég er bara ekki ennþá búin að koma að stæði hvort þetta hefði verið sko, þú hefði slá sko samherja Þetta var belti. Frá sama liði hvort hann hefði verið að slá anstæðing sko. Þetta var ótrúlega tæmis. Sko, væri MLS komin meira á flug og á eitthvað flug af því að þetta verðist algjört lágflug ef Messi tala ensku. Þannig mann finnst þetta svo það var ekki alveg það sem var einhvern veginn draumandi maður sem voru bara, heyrðu, MLS verið geðvig. En hann næri ekkert að connecta. Býtu, ég skil ekki alveg. Af því að hann er ekki ensku mælandi, hann tala ekki ensku. Já, við förum úr spurningunni, Ronaldo Ballon d'Or, yfir í þetta hörmulega Saudi Project. Frábæra Saudi. Við eigum eftir að sjá meira. Og þá fyrir þú að ræða Messi og MLS. Nei, bara því að þetta projekt virkar ekki að því að hann talar ekki ensku. Já. Hann kemur alltaf í fyrra, í lið sem bara er ekki nóg gott. Jú, þau hafa hækkað aðeins, já. Ég held við eigum eftir að sjá Messi í góðu liði í play-offs. Þá munum við sjá þetta almennilega. Hann kemur alltaf bara ræðilt fyrir liði fyrra. En ég held bara að svo væri svo mikilvægt ef Messi var að setja hann í enskukennslu. Það er bara svo glataður með stjörnu sem talar ekki ensku. Sammála ára ósammála? Já, ég held að skipti ekki öllu, sko. Já. Svo talar við meira ensku en menn segja. Hann er alltaf óöruggur á henni. Og hann getur ekki að dressa amerísku þjóðina á ensku. Og það er svona, kannski gerir þetta. En hefur það ekki samt verið að, nei, hefur þetta ekki alltaf verið að fallega Messi? Hversu oft fer hann í viðtöl? Það er svolítið svona mystík í kring. Það er þessi mystík. En það er kannski það sem að þýðir að hann er ekki alltaf að trana sig fram úr í og kjátt, sko, hann bara lætur verkinn tala vellinum. Takk. Þetta svona, einhvern veginn hefur ekki alveg náð flugi öllu saman, hvað við sjáum til bara á næstu vikum hvort að fara á flug. Ég veit ekki alveg hvað þú talar að sé ekki að ná flugi, því að ég held að MLS-deildin hafi aldrei verið jafn stór og hún þráttur að vera svona tildulega nýtt projekt. Messi náttúrulega, þú veist, og hans dílar og svo Inter Miami náttúrulega og þeirra dílar, bara business is booming. Apple TV bara, þú veist, at the end of the day snýst allt peninga. Geðveikur aðgangur að þessu. Það er langar að horfa á þetta, bara ekkert mál, sko. Bara mana þetta að finna Saudi-deildina, sko. Já, það voru búin að það er sjórum ég er að horfa alla leikina á Saudi-deildinni og nýtt lífsins í leiðinni. Hún er á Android. Já, það er Saudi-deildin. Hún er á Android. Já. Við sína þetta. Förum í El Grande í föstudags feeling. Ég veit að margir eru að fara að gera eitthvað skemmtilegt og þá er oft gott að byrja helgina á að skipta framrúðu og margir sem að byrja helgarnar þannig beint upp á Pólsen. Þeir geta samt lagað stærri göt en aðrir treysta sér ekki í eitthvað sem er yfir tíkall. Þeir vaða bara í verkið og gera sitt besta. M.M. stýrir þarna flottri skútu hjá Pólsen. Sko, Gunnar Birgisson, að því ég hef mikla trú á þér. Ég ætla að fara í A til Z með þér. Ég ætla ekki að fara með þér í El Grande. Ég þarf íþróttamerki frá A til Z. Þú mátt fara í hvaða íþrótt sem er. Byrjum á A, endum í Z. Ég ætla að sleppa þér eins og að veitstaf. A. Á ég að byrja A? A. Já, þú fara allt. A. A6. B. Björn Deli. C. Capelli. D. Diadora. E. E. Aldrei vekja mig frá sem geggjaða draumi.
Já, R, jésús. F. F. Hérna. Iconic tískumerki. Herru, má ég segja 4F? Af því að 4 eru undan. Já. En, nei, F. Fíla. Yes, sir. G. 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 Herru, Má ég sjá? Má ég sjá hérna? Já. Ég snirtilegri peysu. Er eitthvað golfmerki? Já. Ha? Já. G. Svona pappiðin hefur verið í gólfinu. Nei, pappið er ekkert í golfi, sko. Ok. Svona þetta eru heldri menn. Oh my god. Þú mátt hugsa líka bara hvað nota menn í gólfinu? Hvað eru menn með hérna? Það gefa þér það. Golfhanski? Nei. Nei, byrju, ha? G. GPS? Bætir úrið. Golfwatch? Já. Ha? Garmin? Garmin. Já. Garmin. Þetta er alveg... Jó, há. Bíjaröða. Já, Homer. Ok. Ég ætla að sleppa þar við. Það er mjög erfitt að fá í. Tjöfull er eitthvað mýtlundur. Jóð. Jóma. K. Kappa. L. Lotto. M. Já. Valur vængjum söndum. Gefum engin grið. Ha? Já, Bjarni M. Mark. Bjarni Mark. M. Ertu að grínast? M. Nei, ég er ekki að grínast núna. Ég var að grínast á þann. Bara metasport, er það? Nei, veitu, hvað voru þið að tala um? Macron. Jésús Kristur. Mizuno. N. Og Mizuno, Guð N. minn almáttugur. N. Tjöfullir ég. N. Akkur er þetta nýðast svona á mér, Hjörvar? Það þýtt bara ekki N. Því vissi þú væri góð í þessu. Nike. Nú ertu alveg búin að taka múið saman því. Já. Á hverju tók ég þú saman? Nei, ekkert áfram. Já. Ég ætla að sleppa þér við O. Það er erfitt fyrir þig. Nei, Odlo. Já, ok, vel gert. Já. P. Puma. Vel gert. R. Sleppi kúnu. Rásignál. Já. S. Salomon. T. Kóttu til okkur í gólfið bara núna. TaylorMade. Já. U. Já. U. Under Armour. Já. Svo ætla ekki að vaff og tvöfald vaff, bara í einu. Vaff og tvöfald vaff. Já, bara, alveg bara, þú mátt bara taka annarkot stafinn. Já. Vaff. Vaff og tvöfald vaff. Ætla ekki að bara bæði í einu. Hvað, það er vaff. Ég get beðið að fara til dæmis í pílukastið. Já, Vinnmá. Það er hárið rétt. Já. Þetta var glæsileg Nei, þetta var alveg ömurleg framistæða. Djúvill er vont að fara inn í helgina svona. Kili, leikminni ennsku úrstildinni, bara frá upphafi, bara fyrir að senda A. Alasírir. B. Babayero. C. Carlton Cole. D. Dennis Weiss. E. Þessi er erfiður. Nei. Nei, hann er auðveldur, sko. Erik Cantona. F. Fabio Aurelio. G. Gilberto Silva. H.
Aurelio Gómez, eða ekki? Aurelio Gómez, I. I. Hvað erum við í? Ibrahima Sarr, er ekki rétt? Já, Bílatan Ings og eitthvað. Ég ætla að enda þetta á... Ismail Sarr er það, Ismail Sarr. Ég ætla að enda þetta á fullorðinsleikunum. A. Lisa Ann. B. Brandi Love. C. Corey Chase. Ekki náttúrulega vitleisa eins í Dr. Fútból. Það held ég nú. Klárum þetta seinna. Klárum þetta After Dark. After Dark. Þetta má ekki vera á þriðjudögum. Það er krakka úlinga þátturinn Dokka án landamæra. Þessi þáttur fór í alls konar tuð, ég var ánægður með það. Það var gaman. Gunnar Birgisson er... blóðheitur. Já, maður sem bindur ekki bagga sína sömu hnútum og samferðamenn sínir. Það er líka ekkert gaman. Það er ekki gaman. Nei. Og ég held að svona þessi tilfinning að vera sem þessi drengur er, það legu kynnist honum. Það áttar á því að það er margt þarna sem er yndislegt og fallegt. Og bak við hennar harða skráp er yndislegur maður. Stólarnir að fara að koma tilbaka. Keli, þú ert dásanlegu líka. Og ég ætla að senda það aftur í Njarðvík. Já. Og þar var ég heima. Og þar áttu heima. Þar bestu nærð, djarflega dreyma dýrguð, sí og æ. Njarðvík í körfunni, þeir eru unnu 1-0. Eða eru konið 1-0 yfir? 1-0 og ég held þetta fari 3-0 eða 3-1. Ég held að það fari 3-0. Þú heldur, Mosó er náttúrulega ekki með lið í körfunni, þannig að þú heldur þá með Tindastóli. Skaffinningur í húð og hár og hef alltaf haldið með Tindastól. Já. Þannig að þar ólst ég upp og þar eru mínar sterkustu rætur. Og svo auðvitað ekki þetta með lið, þannig að þú ert að halda. Hvernig fór hjá þeim? Þeir töpuðu fyrir Grindavík, steinlágu. Já. Er ekki öll þjóðin með Grindavík? Jú, það er 100%. Það er 100%. Þetta var full önnurstúkan í gær, var ekki? Það fyrir að líða að ég verið fulla báðastúkan. Það voru fulla báðar. Það, maður sá náttúrulega bræðra. Ég bara gerir ráð fyrir að vera ekki hinn. Það voru fulla báðar. Það er rosalegt. Bara á no time. Það er náttúrulega vont fyrir körfuboltan að missa út Tindastól í fyrstu umferð en mér sýnist já, það þarf kraftaverk til. En KKÍ er að reyna að stöðva Grindvíkina. Já, þetta er náttúrulega bara að reyna að hendi einhverjum gaur í bann. Það er náttúrulega ekki KKÍ. Það er náttúrulega, ég segi alltaf engin dómar, engin leikur. Já, en meina, eru einhverjir... Við verðum að bera virðingu fyrir stöðum dómarans. Það er bara... Er einhverjir sem geta klúra málunum oftar en þessi gæri KKÍ? Kitty Óskars er náttúrulega geitin og að fyrir með hann, setja hann alltaf út fyrir sjöðan, bestdómari. Hann er það. En sko, körfuboltadómarna, þeir verða að vera aðeins stærri. Það var eitt jönum daginn, þá bara lætur ekki bjóða hvað sem er. Þeir hendur manni út úr húsi sem hann bara satt sem áráðandi. Já, það lætur bara ekki bjóða hvað sem er. Ég segi alltaf, engin dómar, engin leikur. Ok, þannig að það sem þú vilt núna er að besti leikmann Grindavík verði Grítik á bann. Nei, ég vil hafa hann. Auðvitað. En það ætlar ekki að hendur hann í bann. Nei, þetta endar ekki á því að hann átt að vera í banni á regular season. Veistu hvað er uppáðum mitt? Þú getur ekki dæmt hann í bann. Mér finnst það ógeðslega gaman þegar úrsleikinni í körfubolta byrjar og þá byrjar einhver svona rannsóknardeildir hjá einhversum liðum. Er þetta ekki bann á Chris Eikóks hérna? Einhvers ultra slow eitthvað og hann mögulega setti eitt putta í kinninu á einum manni. Mér finnst alltaf best þegar maður er að ákvarða hvort eitthvað sé bann eða ekki, bara taka út nafnið sem maður er verið að tala um og setja inn Adomar Strungilas. Mér finnst það svona besta, þú veist, og þá er þetta svona, tala um þetta svona faglega. Ok, hvernig þá? Ég skildi ekki. Nei, hann hefur svolítið verið dendur í bann, Adomar Strungilas. Er hann alveg saklaus um allt sem hann gerir? Já, hann er, ég hef ekki að segja hans í miskilinn, er það ekki auðveldast? Já. En hann vinnur titlan alltaf á endanum. Já. Það er sem hann gerir. Hann er titlaður sá. Já, er það þildakomaður eða hvítumaður? Nei, hvítur, hann er... Maður sem slögt í okkar manni Kristofur Eikóks í fyrra, því miður. Með þegar ég Tindastóls. Hvað er hann? Strungilas. Ná, sjá með þess að Baltic. Hann er Baltic. Þá getur hann fara að nota Is it because I'm Baltic? Já. Hann er alvöru litói. Þess að er þetta fordómar í Íslands samfélagi gegn Litón? Gæti verið. Má vera. En já, þetta er áhugavert. Þannig að sástrákur hefur lent illa í. Já, við dæmdum nokkur snúi í bann, já. Algjörlega óverskut. Þetta er bara algjörlega Nei, ég segi það ekki. Þetta er svona, hann spila körfubolta bara svipar eins og Pálmi Sigurgeirsson. Bara aldrei gerir ekki neitt af þessu og það er bara því að þetta er ekkert smá ósvengjarna.
Mér finnst það ekki, ég segi alltaf bara, ég ber virðingu fyrir því hvað aganendin dæmir. Já, ég vona, sko, nú yðar þú allur í að þessi Grindvíkingur verið settur í bann. Ég segi, Nei, ég vil hafa hann. Ég vil hafa hann. Ég segi let him play. Já, Þú segir setjum hann í bann. Nei, ég vil hafa hann. Af því á sama tíma og ég held að hann geti verið bestur, þá held ég líka að hann geti verið... Má ég opna leiðina hjartaðin og hvað virkilega finnst? Ég vil hafa Grindvíkingana með. Left to lose, right to tight. Þetta kennar þetta með skrúfjóðin. Left to lose, right to tight. If you're gonna make it fly, take it high. Með gólkilfunni. Ef þú ætlar að fá hátt boltaflug, þá bara setja kilfunum alla leið upp. Ég nefnilega, núna ég að fara að kenna Loga Bergmanni sem var að byrja með nýtt gólflávörp. Stingari minn. Þannig að ég tek 3-3, stoppa hérna. Þannig fæ ég hann stingar sem að bara... Akkurat. Það er ekkert betur en að stinga skoti minn, höggin minn, lenda svona 12 metrum frá gríni og rúlla síðan í róliheitunum hann inn á. Það er stingari minn. Geðveikt, sko. Djúvill by the way, nú maður búin að fara helviti átt í bása undanferðið. Þetta er orðið bara eins og bara einhver atvinnumanna aðstæða þarna. Já. Það er bara hitarar á öllum básum. Eina sem vantar í bása er að geta keypt sér Túborg Ölsen. Já. Ölsen, þú veist, já. Það er reyndar, það er að kaupa sér Pepsi Max og Nokko og eitthvað svona, sko. En þú veist, ég kem stundum með, sko, að því að ég drekk ekki, þannig ég kaupa á 2. Já. Þá segi ég, hérna er Ölsen. Já. Ölsen. Ölsen. Já. Ölsen. Það er góð. Það er að stela þessum. Það er að stela þessum, það er alltaf leið. Dóttar Útból, þakka fyrir sig á föstudegi í svona lengri útgáfu og verið sæl.